Nú ætla ég að taka bakhlutan hérna saman og til þess að gera það þá þarf ég nokkuð stykki. Ég þarf svona balsabút sem að kemur hér á milli og síðan F3 sem kemur hér fyrir aftan svona, og svo sýnt á teikningunni rif sem að heitir F2B. Það bara hvergi sýnt. Það sýnt að það hérna, en stærðin og lögunin af því hvergi sýnt. Þannig að við þurfum að giska. F3B hérna og þetta F3 hérna og þetta F2B á að koma hérna akkurat fremst á það rif, og 5x5 mm balsastöng á að koma ofan í það. Þannig að ég ætla bara að giska. Ég búinn að búa hérna til án þess að taka sveigjun á það, ég geri það bara seinna. Stykki sem að getur verið fyrir þetta F2B, og ég get alveg byrjað á því að líma það hérna niður á F3. Síðan F2A sem kemur hér ofan á, og þá nú eiginlega komið það sem við þurfum hérna ofan. Ég búinn að stilla skrokknum ofan á teikninguna þannig að hann situr algjörlega réttur ofan á teikningunni, og þegar ég tek þetta saman hérna þá get ég séð með vinklinum að þetta lendir akkurat á miðjunni. Þetta ætti að ganga upp. Þá skrokkurinn kominn saman að aftan og við getum farið að klára hérna að framan. Og F1A, þetta rif á að koma hérna ofan á þessa stöng þess spýtu sem hérna og við getum límt það, og síðan mælaborðið. Það kemur hérna 60 mm frá F2, límist hérna niður og svona aðeins á ská. Það nú kannski ekki alveg nauðsynlegt að fara að mæla eða búa til einhvers konar máta til þess að þetta rétt, þetta svona nokkurn veginn á ská, og það bara alveg nóg. Svo við skulum gera þetta. Nú ætla ég að aðeins að pússa til þetta, það standa horn upp úr hérna sem að það eiga ekki að gera. Það þarf að stytta hérna
þessar stangir og við þurfum að forma hérna F2B rifið sem ég bara bjó til og þetta ger ég allt saman með sandpapír. Áður en við förum mikið lengra þá er sniðugt að setja inn stangirnar sem að þarf fyrir stýrin. Þær eru 2 og þær ganga hérna. Hérna er ég búinn að gera 2 göt. Önnur þeirra fer hérna út og hinn þarf að fara út hérna. Og ég þarf að gera gat hér fyrir þessa stöng. Þannig að það er best að byrja á því og festa síðan stangirnar í. Næst ætlum við að setja klæðningar, annars vegar neðan á skrokkinn og hins vegar ofan á hann. Og það eru 2 mjög mismunandi aðgerðir.